Ég komin hér til að senda, til að opna hjarta mitt inn á jörðina, inn á mannkynið. Opna hjarta mitt eins og foss af kærleik, eins og foss af ljósi. Inn á jörðina, inn á mannkynið. Ég vil leggja blessun yfir mannsbarnið. Nú komið tími að mannsbörnin opni. Og ég vil tala að vakna inn í sinn eigin sannleika. Hvert og eitt mannsbarn þarf að vakna inn í hjarta sitt. Hvert og eitt mannsbarn þarf að losa sig úr viðjum óttans, losa sig úr viðjum lyginnar, losa sig úr viðjum ofurvalda, sem byggjast á óttanum, sem byggjast á yfirráðum. Með föld leiðum í gegnum blekkingar. Ég svo vil frelsa mannsbarnið frá ofurvaldinu sem hefur yfirtekið landsvæði, yfirtekið stór landsvæði, eins og net af blekkingum sem búa að vefja yfir og inn í vitund mannsbarnanna. Ég Jesúa vil senda kröftuga, öfluga, ljós inn á þessar blekkingar, að losum þessa hnúta af blekkingum sem hafa verið hnýttar af leiðtogum, af
yfirráðum sem eru rauninni í neikvæðum öflum, sem eru byggð á neikvæðum öflum, já. Það þarf að leysa þessa blekkingarhnúta sem eru búið að spinna með margþáttum leiðum, kerfum, sem leiða af sér þrengingar eða þröngsýni í lyginni inn í vitund mannsbarnanna. Með kröftugri ljósheilun, með kærleik, með hjálp allra ljósvera, mannsbarna sem hafa tengst inn á ljósið og geta túlkað það og geta snert mannsbörnin og aðstoða þau við að losa sig úr hnútum blekkingana inn í eigin vitund og opna þannig inn á sannleikann í hjarta sínu. Ég, Jesúa, sendi hér með og öflug ljósheilun kærleika frá hjarta mínu, eins og öflugur foss inn á jörðina í öll hjörtu, opnun inn á hjörtu mannsbarna. Já. Losa blekkingarhnútana sem valda ótta, halda mannsbarnan í ótta, í hræðslu. Já. Margir eru komnir til að hjálpa við að efla foss kærleikans, efla ljós kærleikans inn í hvert einasta hjarta mannsbarnanna. Já. Friður kemur á jörðina með tímanum. En ég vil þakka þessum hóp að hittast og gera okkur kleift að koma og senda heilun inn á jörðina og inn á mannkynið. Þetta er mikilvægt að hafa vettvang fyrir ljósberana að koma og senda heilun í gegnum þennan vettvang.
sendi hér með blessun yfir jörðina, inn í mannkynið. Sendi blessun inn á stríð og óeirðirnar og erfiðleikana sem að mannsbörnin að glíma við núna. Ég Jesúa þakka fyrir í kvöld. Góða kvöldið. Ég kamara. Ég vil koma með skilaboð hvernig jörðin að ganga núna í gegnum mikla erfiðleika og ég verið að sýna núna að það er mikið verið að breyta, hrista upp í, fjarlægja, ljúka, losa lyfta, kerfum, inn í löndum, inn í það sem fólk finnst að hafa verið öruggt áður, ekki lengur þannig. Nú eru breytingar að koma inn, þar sem mikið verður breytt, þar sem áður var þekkt að fara og verður farið, þar sem nýtt þarf að koma inn. Og þegar nýja kerfin eða kerfin innan gæsalappa þar sem maður segir eru svona flæðiskerfi, að koma inn í staðinn með öðrum uppsetningum og öðrum nálgun, þar sem hjartaorkan mun ráða ríkjum og sannleikurinn inn í því sem verður sett kemur inn í staðinn fyrir það sem að fara. Jörðin, kerfin, mannkynið að fara í gegnum mikla breytingar inn í, á mörgum sviðum, inn í, ekki bara jörðin sjálf, heldur inn í mannkyninu, inn í landskerfunum, inn í vitundunum jarðarinnar. Nýja vitundir að koma inn með skært ljós, sterka kærleik og sannleik inn í því sem að koma. Það ekkert að óttast að það sé verið að stokka upp, breyta og lyfta og endur skipuleggja, skal ég segja. En í þessu endur skipuleggingu flæðir inn nýja hugmyndir, nýjir aðilar og leiðtogar koma inn með nýja visku þegar nýja vitundir hafa komið inn á jörðina og nýji vettvangar þar sem þetta gamla fer og nýja kemur inn. Já, nú tími. Nú tímamót, vil ég segja. Já, tímamót. Skal fagna, ekki óttast. En það þannig að margir eru ennþá í óttanum og átta sig ekki á að með nýjum
breytingunum og í þessari nýju uppstokkum verður svo mikið frelsi, friður, kærleikur sem kemur inn í hjörtun. Mannsbarnið getur treyst því sem er að koma. Ef þið bara vissu hversu frjáls, hversu mikill kærleikur og sannleikur kemur í nýju flæði og nýjum uppsetningum og nýju fyrirkomulagi, skal ég segja, inn á öllum sviðum mannanna, landsvæða, þar sem gömlu aðferðirnar virka ekki lengur með nýjum vitundum sem eru að koma inn, já. Kæra mannsbarn, ekki líður svo langt þannig að það koma tímar að þið verði frjáls í hjartanu, í sannleikanum, í nýju umgjörðinni og vitundunum sem er að koma núna inn á jörðina með nýri visku og opnun inn í einstaka aðferðum, vil ég segja, sem ennþá er ekki komið inn á jörðina, en bara treystið og sjáið hvernig Kristorkan, kærleikurinn, kemur sterkt inn á jörðina og þið getið treyst því sem koma skal. Já. Takk fyrir. Já, góða kvöldið. Ramses er hér. Hann vill núna sýna hvernig framundan eru hópar á jörðinni. Þeir rétta upp hendurnar þar sem þeir eru smá saman að missa valdið, missa tökin. Að standa hópar og eru að rétta upp hendurnar, segir hann. Þar sem þeir missa úr höndunum og eru að missa valdið af því sem áður var, segir hann. Hann sýnir hópa sem höfðu áður stór ítök, er að missa ítökin. Og hann sýnir hvernig þeir hörfa tilbaka og koma á hnén þar sem verður ákveðin uppgjöf í að ekki er hægt að halda áfram. Núna í tímum, segir hann, þar sem allt er svolítið fast og sýnir hann krossana sem hann hefur sýnt áður, á meðan þar sem verið er að reyna að halda áfram. En það er ekki hægt að halda áfram, segir hann. Á endanum
ekki langur tími í að hóparnir eða leiðtogarnir fara á hnén. Rétt upp hendurnar og gefast upp. Hann sýnir nýja Erni koma. Hann sýnir einn Örn núna. Hann stígur fram og vill hann sýna pálmatré. Þar sem verður mikil meðbyr, segir hann, með þessum leiðtoga og aðila sem hefur í raun og veru visku, segir hann, og sýnir hann núna bókina meðbyr og bókina með þessum nýja Erni sem hefur meiri yfirsýn, segir hann. Hann sýnir hvernig leggja þar niður vopn, þar sem andstaða, og sýnir að núna múrveggi koma upp andstöðu gegn að veri sé að beita vopnum. Það verða múrveggir settir upp víða þar sem ekki er stuðningur við það að nota vopn sem eyðileggja mannslífin, og múrarnir verða núna settir upp víða á jörðinni. Vissulega er þetta myndlíking, en múrveggirnir eru tákn að ekki er hægt að beita þessu vopnum lengur og eyðileggja á jörðinni. Já, þetta eru flóknir tímar, segir hann. Og hann setur hendurnar saman þar sem hann vill segja, setur hendurnar saman og þar sem þarf að sýna ákveðna þolinmæði, biðlund á meðan þessi breyting eða þessi að gömlu aðferðirnar og vopnin þurfa að renna sér skeið, segir hann, þangað til að nýji leiðtoginn er tilbúinn. Já, hann heldur höndunum saman. Sýni auðmýkt, sýni traust, segir hann. Hann sýnir núna hvernig mannslíf, þetta eftir að kosta mannslíf, segir hann, og sýnir eins og sýnir vopn, eins og hnífa sem tákn tímann sem er núna framundan.
En þessu linnir fljótlega. Og sýnir hann aftur múrveggina. Já. Þessi gömlu aðferðir og gömlu hugsun, segir hann, og bendir, sýnir hvernig vísifingur bendir tilbaka. Þetta er búið, segir hann. Já. Þetta eru óhjákvæmilegir tímar og sýnir hann fótinn stíga, að þetta eru skref sem þarf að komast yfir, og hann vil sýna eins og þetta er flæði, og sýnar hann núna á sem rennur. Þetta er bara flæði sem er óhjákvæmilegt, segir hann. Og sýnir hvernig í raun og veru það hefur verið byggð stífla í ána og nú er hún að bresta. Þessi stíflan hefur verið tákn hvernig flæðið á jörðinni var raun og stýrt af fáum. Flæðið, kerfið hefur verið stýrt af fáum, segir hann. Og hvernig stífla núna er losuð frá, sem er tákn að þetta þarf að taka enda. Og nýtt vatn flæðir inn. Eftir þetta átaka tímabil vill hann sýna aftur pálmatré. Þar sem verður meiri sameining á jörðinni. Þar sem verður sameinast þar sem verður meiri samvinna, vill hann segja. Og sýnir hann samstöðuna í þessu pálmatrjám. Ramses þakka fyrir.